Já, við höldum áfram að tala kosningarnar sem voru síðustu helgi og hingaði komin Þorvaldur Gylfason prófessor. Velkomin. Takk fyrir. Hvernig leist þér á niðurstöðurnar? Sko fyrst þetta, þessar alþingiskosningar voru að minni hyggju ólögmætar eins og allar slíkar kosningar hafa verið frá 2016. Af þeirri einföldu ástæðu að þær fóru fram eina ferðin enn samkvæmt kosningalögum sem yfirgnefandi hluti kjósenda hafnaði í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012. Í stjórnarskránni sem að fólki samþykkti jafnt vægi atkvæða og engin þröskuldur. Og þá erum við komin að þessi 5% þröskuldur sem að veldur því að 22.000 atkvæði falla niður dauð, alveg eins og 27.000 atkvæði fjallu niður dauð eins og sagt 2013. Hann á sér sögulega skýringu sem mér finnst rétt að rifja upp. Þannig var að Sverrir Hermannsson hét maður. Hafði áður verið ráðherra og bankastjóri í Landsbankanum fyrir Sjálfstæðisflokkinn, einn mesti virðingarmaðurinn í sínum flokki. En þegar hann bankastjóri í Landsbankanum og fer að kynnast ranglætinu sem verið var að búa til með ókeypis afhendingu aflaheimilda til útvalin útvaksmanna, að þá brást hann við. Hann treysti sig ekki til þess með góðu móti sem sitjandi bankastjóri, en svo var hann látinn fara frá bankanum og inn í það blandaðist að hann vissi efnahagsbrot sem verið var að fremja í sambandi við einkavæðinguna og skrifaði grein eftir grein þau brot og nafngreindi háttsetta Sjálfstæðis- og Framsóknarmenn sem hefði gert sig seka slík brot, en hann var samt aldrei kallaður til yfirheyrslu hjá lögreglunni og féll frá mörgum árum síðar án þess að til þess kemi. En hann brást við þessum atburðum með því að stofna ásamt öðrum góðum mönnum Frjálslynda-flokkinn. Og hann, Sverrir, ásamt nokkrum öðrum, náði kjöri á Alþingi 1999 út á 4,2% fylgi. Og þá stóð nú ekki á vilja sjálfstæðismanna og framsóknarmanna sem að sátu 2-1 í meirihlutastjórn að breyta stjórnarskráni bara 1, 2 og 3. Og þannig settu þeir inn þennan 5% þröskuld í þeirri von að Sverrir kæmist ekki yfir hann næst, en hann komst yfir hann tvisvar og flokkur hans sat á þingi, þar sem að Sverrir fyrsta kastið lét reiði lestrana, réttmæta reiði lestra dynja á sínum fyrrverandi samherjum og þeim sem ranglætið höfðu framið og héldu gangandi í sjávarútvegsmálinu og einnig í bankamálunum, þó að Morgunblaðið væri nú aðal vettvangur hans meðfram ræðustól Alþingis. Og þannig það komið til þetta ranglæti sem að gerir það verkum að 20.000 kjósenda hafa enga fulltrúa á Alþingi og aðrir flokkar geta mynda miklu sterkari stjórnir í þingsætum talið heldur en atkvæðafylgið býður upp á. Til dæmis 2013 að þá náðu gömlu helmingaskiptaflokkarnir 38 þingsætum en hefðu við eðlilega kringumstæður, hefðu til dæmis ef að nýja stjórnarskráin hefðu þá verið komin í gildi, ekki fengið nema 32 þingsæti og hefðu þeir megnað að mynda ríkisstjórn með eins manns meirihluta frekar en 7, mér það lefs. Já, þá hefði, ef að það hefði gilt þá 2013, þá hefði þú nú líklega sest á þing. Já, sem betur fyrir gerðist það nú ekki, en við vorum að vísu boðin og búin til þess að hjálpa til við að koma stjórnarskráni í gegna því að við vissum að það var meirihluti á Alþingi fyrir því, jafnvel þú að menn þyrði ekki að láta það í ljósi og það var einn allur fjórflokkurinn sem sveik, Samfylkingin ekki síður en aðrir í því máli og það hvílir eins og mara á þjóðinni. Við skulum rifja upp 2 aðrar dagsetningar. Eða ártöl. Það 1942 því þá var stjórnarskráni breytt gegn vilja Framsóknarflokksins til þess að jafna atkvæðisréttinn.
og þetta skapaði svo megna og djúpa gagnkvæm og óvild milli tveggja stóru flokkana sem voru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn að Sveinn Björnsson ríkisstjóri þurfti að skipa utanþingsstjórn því að forystumenn stóru flokkana gátu ekki setja saman í herbergi hvað þá meira og 42 haldna tvennar kosningar með nokkrum mánuða millibili. Sagan endurtekur sig 1956 þá eru líka haldnar tvennar kosningar með stuttu millibili og aftur var kjördæmaskipuninni breytt til þess að jafna atkvæðisréttin gegn vilja Framsóknarflokksins og aftur var óvildin gagnkvæm milli stóru flokkana, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar svo megn og svo djúp að þeir náðu ekki talsambandi aftur fyrir 18 árum síðar 1974 og þótti nú ýmsum fara bara vel á því. Þeir stóðu saman að breytingunum 99. Nákvæmlega, þá voru þeir bara að horfa í eigin barm, en sjáðu, ég myndi vilja sjá 2025 vera þriðja ártalið. Ég tel að nýja ríkisstjórn hvers hún verður, ég samþykkja nýju stjórnarskrána, rjúfa þing og halda nýja kosningar nokkrum mánuðum síðar, bara nákvæmlega eftir fyrirmyndunum frá 42 og 56 og sannaðu til að sigurvegararnir í kosningunum daginn, þeir kæmu enn sterkari út ef þeir gerðu þetta. En enginn af þessum flokkum hefur verið með það efst á blaði að breyta stjórnarskránni? Nei, það er bara lýsið bara aftur fyrir stjórnmálarna í landinu. Já, og það situr bara líklega eftir, en telur þau vera líklegt að þau tækju kosningalögin og allir þessi flokkar hefðu svo sem hagað því að landi væri bara eitt kjördæmi og engin þröskuldur. Ég held að Flokkur fólksins, Samfylkingin og Viðreisn myndu öll með þetta sinna hagsmuni. Ég veit ekki, það er lyginni líkast hvað flokkunum hefur verið ósýnt eigin baráttumál. Hugsaðu þess að eitt helsta baráttumál Viðreisnar hefur verið jafnara vægi atkvæða og nýja stjórnarskráin kveður á ekki bara jafnara vægi, heldur jafnt vægi atkvæða í fullu samræmi við yfirlýsingu þjóðfundarins 2010 og samtidig Viðreisn engan áhuga sýnt nýri stjórnarskrá og ég get ekki annað dæmi af Styrmi Gunnarsinni vini mínum ritstjóra Morgunblaðsins sem fjall frá fyrir nokkrum hann var eindreginn talsmaður jafnsvægi atkvæða hann var eindreginn talsmaður helsti vopnabróður minn í sjávarútvegsmálunum langt árabil hann var klárað þessu, þetta eru tvö mikilvægustu ákvæðin í nýju stjórnarskráni þó að það séu mörg önnur samt sýndi Styrmi nýju stjórnarskráni engan áhuga jafnvel þótt einmitt hún væri eina skjalið sem kæmi til móts við tvö hans helstu baráttumál og þetta segir mér bara það að þessi undarlega andstaða gegn nýju stjórnarskráni virðist að einhverju marki, jafnvel miklu marki stafa af því að það var litið okkur sem vorum kjörin beint án milligöngu stjórnmálaflokkana til þess að setja saman nýja stjórnarskrá það var litið okkur sem einhvers konar boðflennur eins og að við værum að væri abbast inn á annarra mann yfir ráðasvæði og það væri alveg sama hversu gott það væri sem við legðum fram og við hversu nánu samræmi sem það væri við þjóðarviljan eins og kom fram í þjóðaratkvæðagreiðslunum 2012 það bara mátti ekki með öðrum orðum að það var ekki sama hvaðan gott kom sko En við förum aðeins í kosningakerfið eins og það er núna og það er rétt sem hún segir að þetta var búið til höfuðs Sverri Hermannssoni og ætti eiginlega kallast bara Sverris lög einmitt og það var var þrennt sem var gert til þess að verja völd valdaflokkana eitt var 5% þröskuldurinn og hann var miðað við það að hann færi yfir fylgi sem að Sverrir gat náð 99 annað var það að landsbyggðarkjördæmanni voru sameinuð til þess að vegna þess að annar þingmaður þeirra 99 var kjördæmakjörin í Vestfjarðar kjördæmi og það voru landsbyggðarkjördæmi sameinuð svo að svona hérastshöfðingjar menn með mikið fylgi í héraði gæti ekki komist inn á þing það var erfiðara fyrir mann sem hefði kannski 25% fylgi á Vestfjörðum að þeir voru búin að blanda Norðurlandi vestra og Vesturlandi við að þá væri búið að þynnið út þannig að hann
myndi kannski aldrei ná inni á þing með þeim hætti. Þetta var eitt. Svo var það þriðja sem var gert, að til þess að við fengjum ekki svona kvennalista eða eitthvað sem oft hefur meira fylgi á höfuðborgarsvæðinu, átildags við sósíalista í dag, að þá var Reykjavík klofið í tvennt. Ef það hefði ekki verið gert, þá væri 18 kjördæmakjörnumenn í Reykjavík og Sanna Magdalena væri 13. Þingmaður Reykjavíkinga. En það var gert til þess að hindra það að í þéttbýlinu yrði til flokkar sem að næðu inn út af fylgi sínu með Reykjavíkinga, að það var að klofið og þetta náttúrulega þekkist hvergi í heiminum. Oslo er eitt kjördæmi, Kaupmannahöfn er eitt kjördæmi, Stockholm er eitt kjördæmi, Helsinki er eitt kjördæmi og þar er undirgötunum. Þannig að þetta var aðgerðina svo gerðar. Já, en það var hangir meira á spýtunni. Þorkell Helgason, helsti kosningasérfræðingur landsins í hálfa öld, eins og þú þekkir. Hann hefur lýst því hvernig þingmenn voru að krukka í smáatriðum kosningalagana og einn tilgangurinn var að girða fyrir það sem í þingsölum var kallað Austfjarðarslysið. Og Austfjarðarslysið var það ef sá hörmulegi atburði skyldi gerast að Alþýðuflokkurinn næði manni kjörnum á Austurlandskjördæmi. Svona hafa menn hegðað sér í gegnum tíðina. Þetta er bara það sem að bandarískir stjórnmálamenn stunda í stórum stíl og er kallað gerrymandering. Það sem þeir færa til nokkra kílómetra hingað og þangað mörkin milli kjördæma til þess að tryggja minni hluta kjósenda, atkvæði meiri hluta í kjörina fulltrúa. Og því nefndi kvennalistan að þá í kosningunum 1995 þá fekk kvennalistin 4,9% atkvæði. Þannig að menn sátu og reiknuðu gamlar kosningar til þess að koma í veg fyrir að það kæmust nýjir flokkar á þing. Og þessu ranglæti hefur fylgt forgjöf í þingsætum til stórra flokka. Meðaltali í alþingiskosningum frá 1995 til 2013 fengur Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur 2 þingsæti í forgjöf að meðaltali. Það er 2 þingsætum meira en þeim bar samkvæmt greiddum atkvæðum. Og þetta auðvitað veitti þeim forgjöf við stjórnarmyndanir og þess áttar og hafa gert völd þessara flokka og áhrif mun meiri heldur en vilji kjósenda stóð til. Þetta er það sem Ólafur Þ. Harðarson hefur verið að benda á, að það þeir eru margir flokkar, það á ekki við þessar kosningar, af því að 5% tröskuldurinn hélt mörgum flokkum utan, en þeir eru margir flokkar að þá duga uppbótamennir ekki til þess að jafna atkvæði milli flokka og hann er alltaf að skamma þingheim fyrir að bara laga þetta ekki og þetta laga það bara með fjölga uppbótamannunum til þess að verði jafnvægi milli flokka. En það hefur alltaf fært Framsóknarflokknum, aukaþingmenn og oft Sjálfstæðisflokknum. En bara kosningaákvæði nýju stjórnarskrárinnar sem Þorkell Helgason átti mikið þátt í að semja, það myndi leysa þetta, það myndi stórminnka þörfina fyrir jöfnunarþingsæti og þannig áfram. En versta útkoma þessara kosningalaga þótt að menn það rennur fyrir mönnum í dag og maður sér það í umræðinu núna því ég nú verið að ég fletti upp hvenær ég hefði byrjað að skrifa þetta, það var 2017 löngu áður en Sjálfstæðisflokkur fór að bjóða fram að ég var að benda á bara villuna í þessum kosningalögum með því að hafa þröskuldir svona háan með því að steypa saman kjördæmum eða kljúa þau allt til þess að venda völd Sjálfstæðisflokksins. Að það var 2013 þar sem að þú varst með lýðræðisvaktina að þar munaði og ég veit ekki hvort að fólk muni 2013, þetta er eftir hrunsárin, það er mikil degla í samfélaginu, mikil svona hugmyndarlega, það vant ekki pólitíkina þá, það var verið kvartað yfir kosningunum 2021, það var ekki pólitík í þessu, ég veit ekki hvernig menn upplifa þessa skyndikosningu sem var núna, en það var allavega mikil pólitík í gangi í 2009 til 2013, sem að leiti til þess að það komi mikið af nýjum frambóðum. Eitt frambóðið Píratar fekk 5,1 og rétt slefað inn, ég held að það hafi verið undir morgun sem að það var ljóst á þeirri röðu þingi. Píratar áttu náttúrulega rætur í gegnum Birgittu til borgarhreyfingarinnar og voru þar alveg ekki alveg nýr flokkur. Það voru margir nýjir flokkar sem að voru og til dæmis hefði flokkur heimilana sem að Pétur Gunnlaugsson, útvarpið Sögu var með, hefði verið þessi þröskuldur, fengið 2 þingmenn. Lýðræðisvaktin hefði fengið 1 þingmann
Hægri grænir sem að hann Guðmundur Franklín stóð fyrir. Hann var eitthvað ekki í framboði vegna þess að hann hafði ekki lögheimili á Íslandi. Hann hefði fengið 1 þingmann. Og síðan hefði Dögun fengið 2 þingmenn, þar sem að ég held að Dögun hafi fengið mesta fylgið í suðvestri, þar sem að Ragnar Þór Ingólfsson var í framboði. Og fyrir einhverjum árum, 2017 var ég að skrifa þetta og ég spurði lesendur, hefði þetta verið lakara þing með þessu fólki inni? Hefði þetta þing ekki bara endurspegla meira degluna í samfélaginu, hefði ekki verið líflegri í pólitísku umræðin á þingi, heldur en það að ýta öllum þessum flokkum út og skilja eins og þú bendir á Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn í einhverjum súper meirihluta sem þeir áttu enga inni fyrir. Já, nei, þetta alveg samkvæmt mínum skilningi. Þessir litlu flokkar sem lentu undir þröskuldur 2013 áttu það sameiginlegt að þeir voru allir andstæðir þáverandi ríkisstjórn. Og reynda bara andstæðir fjórflokknum og voru reyna að hjálpa til þar, en það á ekki við núna, því að það eru sirka 2/3 hlutar af þeim atkvæðum sem að hafa engin áhrif núna, sem að hefðu að réttulagi átt að falla stjórnarandstöðuflokkunum í skaut, en 1/3 hefði kannski átt að falla stjórnarflokkunum í skaut. Þannig það er ekki alveg ljóst að þessi dauðu atkvæði eins og þau eru kölluð bitni öll á stjórnarandstöðunni. Nú, hverjir eru þarna sem að ekki fá þingmenn sem að eru ekki stjórnarandstöðu? Er það VG? Já. VG er fráfarandi stjórnarflokkur. Já, VG er vinstur þessar flokka, þannig að það er bara, ég held að náu alla 20% af dauðatkvæði. Já, ég tek ekki mikið marka á þessar aðgreiningu vinstri og hægri. Nei, menn það er núna rís upp svona mikil umræða, hefur maður séð, það sem hefur verið að gagnrýna kosningalögin. Sem hefur ekki verið. Já, mikið óskap. Ég menna þegar ég var að skrifa þetta, ég fekk voða litlar undir því. Ég verið að skrifa þetta frá því fyrir aldamót, og kosningalögin eru hneyksli og þau hafa verið hneyksli alveg frá því að Brynjólfur Pétursson kom heim af stjórnlagaþinginu Danmörk 1849 og flutti sína fyrstu tillögu jafnara vægi atkvæða og Hannes Hafstein tók upp þessa baróttu aftur, þegar hann var ráðherra meira sér 1904 og þetta hefur verið bara eitt helsta bitbein í stjórnmála umræðu á Íslandi allar götur, þangað til kvótakerfið var kannski enn meira ágreiningsefni. En þessi 2 efni standa upp úr og þess vegna voru þetta 2 mikilvægastu ákvæði nýju stjórnarskráni og það er bara boðið upp á fína lausn á hvoru tveggja og bara fjórflokkurinn hefur fúlsað við henni þó sumir mæli fagurlega að þess að meina nokkuð með því og aðrir bara taka ekki undir. En nú er eitt fótu farin undan í fjórflokkum. Já, en það er komin aðrir undan meina Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru í reynd 2 flokkar hvor á þinginu þannig að gamli fjórflokkurinn voru 5 flokki. Þegar þið voru að meta kosningalögin í stjórnlagaráði þá hafið náttúrulega skoðað hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta. Þú getur undir. Það eru þjóðir sem að augljóslega reyna að hafa kerfið sitt þannig að þingheimur endurspegli sem mest sjónarmið og vilja almennings. Og það á til dæmis við Holland, þar sem að eru eitt kjördæmi og ekki þröskuldur og þar eru við líka með fjölbreytilega flóru af flokkum, þar hafa dottið inn, ég held að sé ekki inn á þingi núna, til dæmis flokkur eftirlaunafólks, þar hefur dottið inn ekki bara græningjar, heldur dýravinir og ég held meiri segja að einhverju tíma eða hvort það var bara í Amsterdam í borgarstjórn, það voru 2 dýravendunarflokkar sem að voru saman, þannig að það en ég meina, Holland er stýrt bara vel stjórnað, það er ekki glundróð í Hollandi, við getum kannski sagt að stjórnmálaþróun í Hollandi sé ekki hún er sjótið svona háskaleg en það er ekki kosningakerfinu, það er átökun í samfélaginu. Sama á við Danmörku, þar er mjög lágur þröskuldur, 2% og kjördæmin stór og mikil möguleiki að fá, en síðan komum við í lönd þar sem er kannski verið að reyna að hafa fækka smærri flokkum. Það er held að sé hæsti þröskuldurinn í dag á Norðurlöndunum sé 4% í Svíþjóð. Hann er engin held í Finnlandi.
en þeir ekki með uppbótamenn, en síðan ertu komin kannski til Þýskalands, þar svona tilraun til þess að takmarka flokkaflóruna og svo ertu komin eins og til Bretlands, þú ertu komin í kerfi þar sem að þú getur fengið 70% þingmanna upp á 32% atkvæða. Já. Hvaða sáu þið engin sjónarmið, því ég hef heyrt Bjarna Benediktsson vera að tala núna að það sé bara mikilvægt að halda smáflokku frá til þess að sé auðveldara að mynda ríkisstjórnir. Veltu þið þessu eitthvað fyrir ykkur? Já, og hann má lesa það í greinargerðinni með frumvarpinu að það sko mikil umræða, margra daga umræða sem við áttum þetta. Það sem öll rök og reynsla utanfrá voru reifuð. Þetta dregið saman í greinargerðinni með því að segja sko rökin með þröskuldi eru þessi rök sem þú ert að lýsa að reyna að firra alþingi sko smáflokkum sem geta trublað þingstörfin en í hinn rökinni eru bara lýðræðisrökin að það ætti að vera eitt helsta keppikefli sérhvers lýðræðisskipulags að sem allra flestra raddir fáið að heyrast og að sem allra fæst atkvæði skili engum fulltrúa inn á þing og við sögðum bara þau rök yfirgnæfa fyrir rökin og þess vegna námum við burt þröskuldin og ég bara minni á það að atkvæðagreiðslan ráðinu frumvarp þar sem hans þetta var inni, hún fór 25-0 það var engin ágreiningur þetta en svo leið og þú veist ef að alþingismenn sem hafa hagsmuna gæta eru farnir að fjalla þetta. Þetta bara ein lifandi sönnun þess að alþingismenn ekki að koma nálægt stjórnarskrárbreytingum þeir eru bara að kjósa eftir eigin veski. En enda sögðu menn sem unnu með alþingi við að búa til svona þegar það var að vera að móta þessi kosningalög að það hefði verið hlægilegt að fylgjast með þeim því að þeir fóru allir og fóru að reikna sig inn og út af þingi sko og fóru afstæðir hvort þeir væri inn á þingið ekki. Já, Þorkell sem var nú innanhúsmaður í þinginu sko áratugsskeið, hann sjónavottur, hann hefur lýst þessu fyrir vinum sínum. En ef að við myndum vilja hafa þing þar sem að væri auðveldast að mynda ríkisstjórn, þá væru við með einmenningskjördæmi. Og þá það þannig, þá það kerfið sem að ef þú vilt hafa áhrif, ég meina við erum með hollenska þingið, ef þú vilt hafa áhrif þá bara býrðu til flokk og þá kemst rödd þín á þing, kannski bara einn þingmaður af 250 eða eitthvað, hvað eru margir í Hollandi, ég man það ekki. En það sem einmenningskjördæmi að þá eiginlega verður að búa til eitthvað svona finna þið farvag í tveggjaflokkakerfi sem oftast og þá þarftu að finna bara leið og þá ferð þú inn í verkamannaflokkin eða íhaldsflokkin, ég veit ekki hvert þú færir og reyndir að hafa áhrif þar sem að síðan myndi skila sko, ég veit ekki, maður notar hugtök Bjarna Benediktsson starfhæfur í ríkisstjórn. Já, finnst þér að einmenningskjördæmakerfið hafi reynst Bretum vel? Nei, það finnst mér ekki sko. Og það þess vegna sem ég held að svona hlutfærsleg representasjón sko, sem okkar kerfi sé farsælust þá það bara gæta þess að það sé gert með kjördæmaskipun sem annarkvort bara landið allt eitt kjördæmi eins og Ísrael eða nýja stjórnarskráin segir Holland og kjördæmi mega vera frá 1 upp í 8 en ekki fleiri en 8 og þannig að þingið hefur mikið svigrúm til þess að endurskrifa kosningalögin í ljósi nýju stjórnarskrárinnar en það verður að taka tillit til þess að atkvæði verða að vega jafnt. Sjáðu, og það nýtt. En ég var að tala hann að því að ef maður verður hlusta á sjónarmið Bjarna þá myndum við segja, byrju, akkur fer hann ekki bara lengra og leggur til einmenningskjördæmi og ástæðan líklega svo að hann veit það að Sjálfstæðisflokkurinn myndi ekki vinna einmenningskjördæmi. Það þá væri myndu vinstri menn og miðjumenn saminast á móti hægrinu og miða við svona hvernig rannsóknir á lífsafstöðu íslenska kjósenda að þá hægrið ekki nema þriðjungur slær kannski upp í 40%. Það kannski ástæðan fyrir því að hann vill ekki fara alla leiðin og leggja bara til einmenningskjördæmi og byrjar að leggja til núna 3 manna kjördæmi.
Það sem hann einhvern veginn reiknar út að Sjálfstæðisflokkur fengi allavega einn í hverju kjördæmi og yrði líklega stæðstur að því út á landi yrði kannski framsóknarmenn og miðflokksmenn að taka þarna hinn 2 sætin en í þéttbýlinu væri það kannski Samfylkingin og eitthvað svona vinstri flokkur og flokkur fólksins eða greindar mjög sterkur út á landi. En flokkarnir eiga bara ekki að fá að leggja línurnar í þessu. Það er kjósenda að leggja línurnar og síðan flokkarna að útfæra löggjöfina, en vonandi þannig að stjórnarskráin sem að trompar önnur landslög gerði fyrir möguleikan á að stjórnmálamenn hygli sjálfum sér við samningu kosningalaga. Ég er svona að taka þessi dæmi til þess að eiginlega benda á það að Bjarni að leita leið það sem hámarks nýting á atkvæðum sjálfstæðismanna, alveg eins og Davíð Oddsson gerði 99. Hann bjó til þetta kerfi þar sem hann reiknaði út að þarna veri hámarks nýting á fylgi sjálfstæðismanna. Herðu, en Þorvaldur, þú ert hagfræðingur, ég er nú ekki að minna á það. Það eru svona breytingar í efnahagskerfinu. Líklega erum við ekki í hagvexti lengur. Nei, efnahagslífið í landinu mælt í framleiðslu á mann, tekjum á mann, kaupmætti, að það hefur verið býsna flatt alveg frá hruni og einnig frá 2013 eins og ég listi í blaðagrein nýlega. Og það bara stafar að því að bara hagstjórnin er ekki nógu góð og þú sér þetta á ófriðnum á vinnumarkaði, þú sér þetta á þessum endalausa og óréttmæta rógi frá mínum betri séð Evrópusambandi, þú sér þetta á verðbólgunni sem fór hærra og var lengur að snúa við enn í öðrum löndum, þú sér þetta á þessum ofurvöxtum bara sem eru hærri en alls þar annars þeirra álfunni nema í Úkraínu og Rússlandi. Og þú sér þetta í viðvarandi skuldasöfnun ríkisins allan þennan tíma þó svo að stjórnvöld hafi sjálfsagt að það væri góðæri og í góðæri skilar maður afgangi á ríkisfjármálum en ekki halla. Þannig að teiknin öll eru mjög skýr. En samt er annað sem er langar til þess að hnykkja á og það er þetta, sko góðir hagfræðingar einblín ekki lengur á hagtölur eins og framleiðslu á mann og tekjur á mann og þess áttar. Við verðum að skoða þetta í víðara samhengi. Í samhengi við það sem er að gerast í umhverfismálum, í samhengi við það sem er að gerast bara í félagsmálum og velferðarmálum, að meðan Ísland er á sumar vísutölu sko alla hátt mælt alþjóðlega í tekjum á mann og á velferðarvísutölu Sameinuðu þjóðanna, þá höfum við verið að dragast niður aðra lista sem skipta miklu máli. Spilling mælist meiri ár fram af ári samkvæmt tölum Transparency International sem er helsta upplýsingaveitan gagnsæi og spillingu og lýðræðisvísitalan sem að stjórnmálafræðingar í Gautaborg mæla öðrum betur, hún hefur kyllt Ísland niður í 2009. Sæti listans. Það sem ættum auðvitað að vera í efstu 5 sætunum eins og hinn Norðurlöndin 4. Við erum að koma niður fyrir Bandaríkin sem er í 16. sæti og það var ekkert varið í að geta sýnt tölur að tekjur á mann hérna svo háar, jafnvel þótt vöxturinn hafi verið lítið undangengin ár. Ef við erum búin að segja okkur úr lögum við okkar helstu vini og bandamenn af því að við höfum verið að níðast á lýðræðinu hérna heima. Útlendingar taka eftir þessu og ég veit að stjórnvöld stræta fyrir þetta. Ég er meira að segja prófessor í stjórnmálafræði og opnum fundi í þjóðminjasafninu daginn þykjast ekki að vita þetta nema hann hafi talað sér þvert um hug sko, ég veit ekki hvort heldur var og veit ekki heldur hvort er verra en þetta hvernig algjörlega fyrirsjáanlega, þetta var fyrirséð og menn að vara við þessu, hefur Ísland verið að dragast niður lýðræðis listana vegna þess að Alþingi hefur sagt lýðræðin í landinu, kjósendum í landinu stríða á hendur. Og þá var það að vísa til þess að hafna þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá? Það er mjög mikilvægur partur af þessu, heldur útlendingar taki ekki eftir þessu. Kosningakerfið var eitt af þessu, þessum að vinnur gegn lýðræðinu. Við upplifum minna fjölmiðlafrelsi. Já, og heldur útlendingar taki ekki eftir því þegar mennið sem kærðu kosningasvindlið 2021 að þeir hafðu sigur fyrir mannréttindadómstólum í Evrópu. Já.
Þannig að þér finnst að verkefni komandi ríkisstjórnar séu að þétta og styrkja svona lýðræðisvefnað samfélagsins. Það sé grundvallaratriði. Algjörlega. Vinna gegn spillingu. Og leiðin til þess að reyna að vinna aftur trú almennings er að hafa 2025 eins og 1942 og 1956. Það er að segja ganga frá stjórnarskrármálinu án þess að breyta stafkróki í frumvarpinu, alveg eins og Bandaríkjaþing breytti ekki stafkróki í frumvarpinu frá Fíladelfíu 1787 og hafa svo nýjar kosningar annarkvort í vor eða haust og þeir sem að gera þetta, þeir munu allir ganga sterkari frá nýjum alþingiskosningum heldur en þeir gerðu núna. En vandinn er bara sá, og þú hugsaði þá samanburðið með 42 og 56, að nú munum við segja, en guð, ég meina ég var kjörinn til seta á alþingi, það er svo fínt ég verða að vera þar áfram. Þetta fólk var að spyrja sig, af hverju sagði enginn þetta 42? Af hverju sagði enginn þetta 56? Það var vegna þess að þá vorum menn bara að hugsa það hvað er rétt og hvað þjóðin verðskulda, hvað kjósendur verðskulda. En það er eins og sú hugsun sé því miður framandi allt og mörgu af þessu fólki, jafnvel nýju fólki sem nú er að taka sæti á alþingi. En ég veit að þér finnst að Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland ættu að vera að ræða þetta, en ég held þessi ekki að ræða þetta. Ég óttast að það sé rétt hjá þér. Þannig að þér verður ekki ósk þinni, að sinni. Nei, það hefur ekki staður. Þorvaldur, gaman að hafa hingað að ræða kosningarnar og pínundum efnaginn og spillingu. Takk fyrir. Ég sitt hérna áfram og held áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.